Hulda Þórsdóttir, doktor í félagslegri sálfræði og lektor við Háskóla Íslands. Velkomin. Takk. Þú skrifaði skýrslu í siðfræðikafla rannsóknarskýrslunnar frægu og þar reynir að varpa ljós á hversna stjórnvöld, bankar og fjölmiðlar og þjóðin öllu reyndar brást ekki við þegar svona allt stemdi í óefni árið 2006 og við ætlum að ræða reyndar þessa afneitun ráðamanna, hjarðhegðun þjóðarinnar og líka hvernig stjórnvöld geta endurheimt traust þjóðarinnar. Mér langar samt að byrja á að ræða hvernig stjórnvöld og aðrir ráðamenn brugðust við þegar að matsfyrirtækið Fitch sendi frá sér skýrslu árið 2006 þar sem talað slæmar horfur í íslensku efnahagslífi. Heyrum hvað þau höfðu að segja það. Ingimundur segir Fitch hafa farið offæri í skýrslu sinni og líti fram hjá sterkri stöðu ríkissjóðs, lífeyrissjóðanna og flotgengi stefnu Seðlabankans. Það leitt að fá neikvæðar greiningar af þessu tagi. Ég bendi hins vegar á að oftast hér að ræða alveg nýja aðila sem eru að hefja greiningar og vonandi batna þessar greiningar þeirra. Þeir verða betur upplýstir íslensk efnahagsmál, íslenska bankastarfsemi og því miður gætir allt of oft misskilnings og alltaf því rangfærslna í þessum nýju greiningum. En það að það sé eitthvað hrun hér náttúrulega alls ekki. Við höfum náttúrulega verið að vekja athygli Íslendingar víða fyrir það hvað hér hefur verið mikil velmegun og mikla fjárfestingar og mikil umsvið. Og Norðurlandaþjóðirnar til dæmis hafa nú verið að horfa svolítið öfundaraugum til okkar út af þessu og ekki skilið þennan kraft í Íslendingum. Ég tel að það sé áhyggjuefni hversu viljugir sumir fjölmiðlar og stjórnarandstaðan hefur verið til að hlaupa upp til handa og fóta og taka undir ýmsa órökstudda gagnrýni sem að nokkrir erlendir aðilar hafa verið að halda á lofti, þar á meðal bankar og greiningardeildir banka sem í harðri samkeppni við íslensku bankana sem eru hreinlega sett fram í því skyni að koma höggi á sína samkeppnisaðila. Hvers vegna tóku ráðamenn ekki mark á þessum slæm spám? Já, það svona minnst okkar tvær megin skýringar á því. Í fyrsta lagi bara svo rökrétta skýring að það eitt og sér að taka undir dómsdagsbarnar gæti hjálpa til að láta það rætast og það vildi náttúrulega enginn á þeim tíma. En ég færi rök fyrir því að önnur skýring, veigamikil skýring, eigi sér sálfræðilega rætur og hún svo nefnist markmiðadrifin hugsun. Þannig að Íslands samfélag hafði verið eiginlega á blússandi siglingu alla 20. öldina og bara hraðar eftir því sem að líða tók nær árinu 2000 og vitalega síðan þegar góðæri sjálft hófst. Þannig að Íslendingar höfðu í rauninni ekki mikla neikvæða sögu til þess að horfa til. Alltaf gengi vel. Við vorum yfirleitt á toppi allskyns alþjóðlegra mælikvarða Sameinuðu þjóðanna um lífsgæði og svo framvegis. Þjóðarframleiðsla hafði aukist gríðarlega á undanfarnum 20 árum og allt svona beindist samanbrunni. Þannig að ég svona færi rök fyrir því að fólk vildi trúa því og gat auðveldlega að trúa því að Íslands efnahagslíf stæði traustum fótum. En var þetta einhvers konar ofmat? Já, þetta fyrirbæri eins ég nefni hérna sem að kallast markmiðadrifin hugsun og það þegar við höfum eitthvað markmið, í þessu tilviki markmið að trúa því að Íslands efnahagslíf standi traustum fótum, þá túlkum við og endurtúlkum og röðum saman upplýsingum til samræmis við það markmið. Þannig hef ég fært rök fyrir því að fólk var ekki endilega lævíst eða óheiðarlegt þegar það mótmælti þessum skýrslum fullum hálsi. Heldur var það einfaldlega staðfest trú þess vegna þess að markmiðadrifin hugsun virkar þannig að þegar raunveruleikinn svolítið flókinn, þá má tína til ýmsar upplýsingar til þess að staðfesta okkar skoðun og það vitum við öll að efnahagslífið gríðarlega flókið og það því auðvelt að tína til upplýsingar sem að staðfesta þá skoðun sem við viljum hafa
og því held ég að það hafi fyrst og fremst átt sér stað og ekki bara meðal ráðamanna, heldur líka meðal íslensku þjóðirinn. Við vildum náttúrulega öll trúa því íslenskt efnahagslíf stæði traustum fótum. Við vorum mörg hver með lán í erlendri mynt og það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að trúa því að gengi krónunnar myndi halda áfram að vera sterkt og svo framvegis. En það sem svo merkilegt við markmiðadrifna hugsun það að við gerum okkur ekki grein fyrir því að hugsun okkar markist af henni. Við neytum því staðfastlega og yfirleitt svona heilagri vandlætingu, enda getum við talað okkur sjálf trú það að við höfum tínt til allskyns rökréttar upplýsingar sem styðja okkar þangagang. En við eigum að jafna frekar auðvelt með að sjá að aðrir stýrist af markmiðadrifnu hugsun og það kemur svolítið skemmtilega í ljós einmitt í viðbröðunum við þessum skýrslu Fitch og líka skýrslu Danske Bank, þar sem að skýrsluhöfundur voru iðulega vændir, mjög oft vændir einhvers konar svona öfund eða annarleg sjónarmið, þannig að þeirra skýrsluskrif voru drifin áfram einhvers konar markmið að draga úr því hvað íslenskt efnahagslíf væri nú traust. En þannig að ég talaði að þeir séu reynslulausir, kunnið þetta ekki, skil ekki íslenskt viðskiptalíf og við sem erum búin að finna bara einhverja nýja stórkostlega formúlu sem enginn skilji og átti sig á. Og þá veltum við líka fyrir sér þá bara þjóðin og ráðamenn að hreinlega ljúga að sjálfum sér, eða þetta eins og kannski þú frekar að útskýra að þú kastar frá þig þeirri gagnrýni, óþægilegu gagnrýni sem hjálpar þér ekki að markmiðinu? Já, það frekar það. Þú getur náttúrulega verið kannski svolítið haft svona kaldhæðna sýn á þetta og sagt að fólk sé að ljúga sjálfur sér. Eitthvað leyti það kannski að gera það. En það sem var ekki fyrst og fremst fyrir mér að benda á, fólki ekki beinlega sjálfrátt þegar það verði fyrir áhrifum af svona markmiðadrifnu hugsun, og það sem meira að rannsóknir hafa sýnt að greint fólk líklegra til þess að vera fórnarlamb markmiðadrifnu hugsun heldur en þeir sem eru síður greindir, og ástæðan svo að við þurfum alltaf að tína til upplýsingar og túlka til þess að það samræmist markmiðinu okkar, og eftir því sem fólk greindara, því færar það erða í því, og þetta að sjálfsögðu markmiðadrifin hugsun getur skotið niður kollinu mjög víða og hún einskorast alls ekki við þetta dæmi sem ég nefni þarna. Hvar annars staðar, ef svo við tökum dæmi bara þannig að fólk átti sig á því og getur sett sjálfs í samhengi við það? Já, til dæmis, ég veit ekki hvort að fólk getur sett sjálft sig í samhengi við endurskoðendur, en það annað dæmi sem hefur verið mikið umræðinni, sérstaklega eftir fall Enrons, að tekið dæmi það að endurskoðendur, Enrons til dæmis, og endurskoðendur sem að jafnaði stundar kannski svolítið vafasöm bókhaldsbrögð, þeir hafa jafnaði verið afskaplega færir í að telja sér trúum að þetta sé nú réttlætanlegt og tínaði til ýmsar ástæður, kannski aðrir hafa gert þetta og svo framvegis, sem að réttlæti þeirra gerður og henni missa sjónir af öllum ástæðum sem sína kannski hversna þetta ekki að gera það. Við vitum líka að læknar, rannsóknir hafa sýnt að læknar sem tyggja gjafir frá lyfjafyrirtækjum, allt frá bara litlum pennum og upp í stóra reisur sem eru dulbúnar sem einhverja vísindaráðstefnur, að þeir eru síðan í kjölfari líklari til þess að ávísa lyfjum frá þessum lyfjafyrirtækjum. Þrátt fyrir að læknarnir telji sig alls ekki gera það sjálfur, en þeir eru tilbúin til að sjá að þetta hefur hugsanlega áhrif á aðra lækna. Þannig að það sem þú segir líka það að þó að menn útmálu sig fyrir að hafa ákveðin prinsip, þá svo margt sem litar annarkvæmt prinsipin eða staðfestu eða skoðun og sérstaklega að því að hún leiðir að einhverju markmiði sem að hendar raunverulega eða passar. Já, það rauninni miklu þægilegra. Almennt bara maðurinn gerði þannig að þegar við hugsum þá miklu auðveldara að finna hluti, miklu þægilegra að finna staðreyndir og hluti sem eru til samræmis af það sem við trúum á þegar. En ég meina þá hægt að segja þetta bara með mjög ósýfnum hætti, það mjög auðvelt að kaupa fólk til að gera allan hérna. Einhver leyti það rétt. Af því að það ómeðvitað það, jáfnvel. Já, náttúrulega ef fólk, ef þetta of mikið í andliti á þér að það sé verið að reyna að stýra þér, þá bregst fólk við. Fólk nú ekki algjörlega vélar, en það sem vakið fyrir mér að benda á og svolítið rauði þráður í gegnum þessa skýrslu mína að við, bara mannskepnan, hvort sem við vorum forstjórar í banka eða ekki, við mótumst mun meira af aðstæðum okkar, heldur en við gerum okkur grein fyrir og við erum tilbúin til að viðurkenna. Þetta athyglisvert, þú nefnir í skýrslunni að árið 2006, það var Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands, setti ég að framkvæma ákveðna rannsókn á íslensku útrásarfyrirtækjunum og hvort sem niðurstaða þeirra var rétt eða röng, þá vekur athygli hverju kostuðu þessa rannsókn.
Já, þetta var svona rannsóknarverkefni sem var hrundið af stað og það var kostað af eins og svo margt annað í íslensku samfélagi á þessum tíma, við skulum ekki gleyma því, að var kostað af bönkunum og nokkrum helst útrásarfyrirtækjum og útflutningsræði. Og verkefnið var að rannsaka í rauninni að skilja velgengni íslensku útrásarfyrirtækjum. Og það kannski kemur ekki á óvart einmitt að niðurstöður, þetta var kannski verkefnið var ekki komið langt, en niðurstöður voru svolítið á þá leið að þarna væru miklir svona, kannski ákveðnir snillingar við stjórnvölinn, að stjórnendur væri mjög hæfi, fyrirtækjamenningin væri mjög jákvæð og ákvörðun taka mjög skilvirk. Þannig að niðurstöður voru þá mjög í hag, að segja, þeirra sem kostuðu með rannsóknina. En það má heldur ekki gleyma því að það er ekki eins og það hefur verið fráleitt á sínum tíma. Þeim gekk mjög vel þessum fyrirtækjum. Þetta voru miklu snillingar við stjórnvöld. Já, það var ekkert bara viðskiptadeild Háskóla Íslands sem taldi það voru mjög margir aðrir sem taldi það. En þetta hafði áhrif á væntanlega þjóðina alla vegna þess að samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup þá kemur fram 86% þjóðarinnar töldu árið 2005 eða 2006 að útrásin væri einmitt af hinu góða og góð fyrir íslenskt atvinnulíf. Já. Þannig að þetta síast inn til þjóðarinnar. Já, og það er mjög athyglisvert í dag að kíkja á þessa könnun. Þar sem að 86% þjóðarinnar töldu útrásina góða. Auðvitað var smá munur eftir hvar fólk stóð í flokkum, en hann var ekki eins mikill og maður skildi ætla. Það var 93% sjálfstæðismanna sem töldu hana góða, en 74% vinstri grænna. Og þetta er kannski sérstaklega svona áhugavert að skoða eftir hrun, sérstaklega svona mjög skömmu eftir hrun, þegar enginn vildi kannast við það að hafa stutt útrásina eða í rauninni haft það henni nokkuð gott. Og má ekki gleyma að þá var það orðið markmiðatriðin hugsun. Þá týndi fólk til ýmsar ástæður sem sýndi að ég tók nú ekki þátt í þessu lífsgæða kapphlaupi og efnishyggjubrjálæði og ég var nú alltaf skeptískur. Þannig að það kom nýr blekkingaleikur eiginlega til sögunar. Já, svona ný markmið sem að við týndum til staðreyndir sem að studdi það. En þú segir þetta alltaf fallega orði ný markmið, vegna þess að markmið í eðli sínu mjög fallegt, en þetta verður svona alltaf villandi vegna þess að markmiðin geta verið óheilbrigð í eðli sínu, þegar að minnstakosti niðurstaðan verður röng eftir allt saman. Já, það er kannski ekkert óheilbrigt fyrir velferð manneskjunnar að trúa því að hún hafi ekki tekið þátt í eitthvað sem hún upplifir síðan sem blekkingaleik. Það getur verið gott fyrir mína eigin velferð að trúa því að ég hafi ekki tekið þátt. En það er sjálfsög ekki gott fyrir þjóðina sem heild ef allir taka þátt í allsherjar afneitun, sem ég er ekkert að segja að við höfum öll gert. En þetta var svona áberandi í umræðinu enga síður skömmu eftir hrun.